Vandinn þetta, ef það verður erfari og erfari að komast inn á ákveðnum aldri og ef þú ert lengur og lengur að borga skuldirnar af húsnæðinu, skiljið, vegna þess að sko, húsnæðið getur hækkað í verði en ef þú ert, maður að heyra sögur að það í dag að fólk að taka 60 milljón króna lán fyrir fyrstu eign, fólk að taka yfir 100 milljón króna lán yfir annar eign, sko bara yfir höfuð að það sé lánagerð í kerfinu fyrir svona dýrum fasteignum, þetta náttúrulega mjög sérstakt og þetta þýðir að fólk að borga þessi lengri tíma. Á móti getur sagt, já, ok, fólk kaupir bara og skuldsetur sig og horfir á þetta eins og leigu. Þetta bara fastar greiðslur og það skiptir ekki máli þó að þú nokkuð tíma regnast þetta. Ég áttam alveg á því að það þú veist, bara það sem að mánaðarlega fara út sem skiptir máli og það að þú hefur aðgang og öruggu húsnæði. Vandinn að það eru ákveðnir hópar sem komast síðan aldrei almennilega inn á markaði og geta bara ekki tekið þátt í þessari eignamyndun. Og hin hliðin síðan sú að þú veist, til hvers þetta allt saman? Til hvers, þú veist, erum við að örva hagkerfi í gegnum hækkun á húsnæðisverði?